Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við ætlum að ljúka rauðaborðinu í dag á andlegri umræðu. Við ætlum aðeins að skyggnast í kirkjum landsins, fara aðeins inn í guðshúsin. Þar eru merkilegir hlutir að gerast í hverri viku. Kannski ekkert allt og margir sem njóta þeirra. Ég veit reyndar afskaplega lítið kirkjustarf eða safnaðarstarf sjálfur. En ég rak augun í það að síðastliðið sunnudagskvöld þá var eitthvað sem að kallast orgelbíó í einni af kirkjum höfuðborgarsvæðisins. Og það vakti forvitni mína og hingað kominn Kristján Hrannar, organisti. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Þessi viðburður sem ég nefndi þarna, orgelbíó, geturðu sagt okkur aðeins frá því? Já, þetta í rauninni endurvakning á því á því hvernig fólk fóru í bíó á fyrsta, öðrum og þriðja áratug seinustu aldar, tímum þöglumyndana. Það var náttúrulega alltaf live tónlist undir. Fólk fóru í bíó, það var ekki samin sérstök tónlist við myndirnar, þær voru bara gefnar út, svo fórstu í bíó og þar var einhver sem að spilaði píanó eða spilaði orgel eða sem að sá bara live tónlist undir og var oftar en ekki bara að spinna fingur fram, sko. Og þetta svona, já, endurvakning á því. Mér langaði að prófa að leyfa fólki að upplifa þöglumyndirnar á þennan svona upphaflega hátt, eins og var gert, sko. Hvaða mynd var sýnd? Þetta var Píslarganga Jóhönnu af Örk frá 1928 í leikstjórn Karls Theodor Dreyer, hann var Dani, hann var líka hálf Dani og hálfur Frakki og gerði þetta þykir svona eitt af meistaraverkum þöglumyndana, sko. Fjallar seinustu dagana Jóhönnu af Örk, réttarhöldin yfir henni og enda með því hún loksins dæmdur guðlast og brennd á báli og allt voða dramatískt og þungt og náttúrulega svarthvítt og nú sko fastan, þú veist, í kirkjuárinu þegar allir eiga svona svolítið að líta inn á við og svona íhuga og allt þetta og það passaði vel við að hafa þetta á messutíma í Hjallakirkju í Kópavogi. Það alltaf messað í klukkan 8 á kvöldin. Digranes kirkju alltaf klukkan 11 og svo alltaf í Hjalla klukkan 8 á kvöldin og við ákváðum að hafa bíóstund í staðinn, sko. Og þetta bara heppnaðist mjög vel. Mjög gaman að fá að horfa myndina og fá að spila undir, sko, maður lifir sér, sko, svo inn í myndina þegar maður sjálfur að útbúa tónlistina á meðan. Hvernig útbýrðu tónlistina? Sko, ég hlustaði á náttúrulega, það var náttúrulega gerð tónlistið hennar nokkrum árum eftir hann kom út, sem svona, þú veist, myndin gerist þarna 1430 eitthvað svoleiðis og tónlistin bara í rauninni bara miðalda tónlist, svona sléttsöngur og svona munkasöngur og mikið dramatíst, allt var mikið í moll og eitthvað og einhverjum svona kirkjutóntegundum og ég hlustaði á það til að hófna fílingin, sko, og svo í rauninni bara undirbýr maður sér ekki mikið meira en það nema náttúrulega Engar nótur? Engar nótur. Maður náttúrulega ég búin að spinna tónlist bara í mörg ár, sko, þannig að ég býð að því, sko. En svo í rauninni til þess að geta verið í mómentinu og nú tala ég alltaf bara fyrir sjálfum mig, þannig að ekki allir sem að gera þetta svona en þessi aðferð virka best fyrir mig að undirbúa mig svona og láta síðan svolítið bara gossa, sjá hvað gerist. Þannig að maður að skapa mómentið, þannig að maður að vera í meira flæði við myndina, maður að vita meira hvað að gerast og ég upplifði það líka að svona áhorfendur virtust svona meðtaka það betur, sko. Ég hef gert þetta áður líka, sko. Ég óttur spurður að þið líka, sko, og má sína bara bíómynd í kirkju og vera með tónlist. Já, það eina ástæðan þess að ég fæði hér á Rauðaborðinu. Mér langar líka til þess að vita hvað má í kirkju. Það bara, sko, miklu meira en fólk heldur. Já, þú veist, ég sjálfur, ég meina þú veist, þegar ég byrjaði að vinna fyrir þjóðkirkjunni, ég var ekkert í þjóðkirkjunni áður en ég byrjaði að læra kórstjórn og orgel og svona, og ég vissi ekkert mikið þjóðkirkjuna, ég var ekkert mikið að spá í því, þú veist. Og svo byrjaði maður að vinna þarna og svona, já, býttu, ok, þetta náttúrulega ekkert sama stofnun og þetta var sko, á 10. áratugnum þegar ég er barn og þjóðkirkjan var bara eitthvað svolítið með
með puttan á lofti hérna eitthvað svona. Þú ert að segja þessi orðið eitthvað meira heldur en hádegismessan sem hófst klukkan 11, einstaka jarðaför og fiskiflugur í klukkan. Já, algjörlega. Og hérna það sem í rauninni, þú veist, hvað má ekki í kirkju í rauninni frekar spurningin heldur en hvað má í kirkju. Já. Og hérna og ég myndi bara segja sko, sem tónlistarmaður myndi ég segja að ég vil hafa live tónlist í kirkju. Já. Fólk vil stundum koma með tónlist og spila af upptöku af mjög skiljalegum ástæðum skilur og stundum á rétt á sér en svona oftast myndi ég segja að það væri hérna live tónlist sko. Það er svona mitt heilaga hérna svona mitt svona heilaga boður sem að ég segi en auðvitað er ég ekkert hlutlaus í því sko. Nei. En ég var með Chaplin myndir líka sko. Við sýndum Chaplin í Keflavíkurkirkju og ég var með Óháðasöfnuðinu líka og þá var ég bara með Hammondorgel og var að spila gríntónlist undir sko. Það var brjálæðislega gaman. Fullt af krökkum sem komu og hlógu að Chaplin sko. Þú veist, þetta eldist ótrúlega vel myndi ég segja sko. Trúið því sko. Það sem að veikur áhuga minn í þessu kannski er ég bara svona eins og dæmigerðir Íslendingar fermt barn forðast prestinn segir í einhverjum brandara að hérna við tökum sem börn þátt í einhverju svona kirkjustarfi eða gerðum í gamla daga svo eftir fermingu þá fer maður ekki nema einhver hafi dáið eða kannski jólamessa eða páskamessa eða eitthvað svona hefbundið en þess vegna sagði ég það í upp að ég veit svo sem ekkert hvað er að gerast í þessum blessuðu kirkjum landsins en sko þarna ert þú að tala um einhverja viðburði þar sem augljóslega fólk kemur ekkert endilega trúað inn í húsin það er í sjálfu sér bara áhugavert og bara ónauðsynlegt eða ég meina þú veist ég meina fólk sem er mjög andsnúið bankakerfinu kemur í banka endrum eins og fólk sem að hérna þú veist er á móti kvótakerfinu kaupir samt fisk og eitthvað svona það er ekkert svart-hvítt í þessum heimi skilur og auðvitað bara hérna eru alltaf allir velkomnir í kirkju og það er miklu meira með vera en ég hélt sko þú veist það er ekki sko við erum svo vön því að allar flesta stofnanir og batteri og fyrirtæki og svona í samfélaginu séu sko starfi á svona í svona píramída grundvelli og þar sem að það er bara einhverjir toppar sem að leggja línurnar og svo dreifist það út niður hvort sem við erum að tala þú veist, eitthvað í fjármálakerfinu eða stóru fyrirtæki eða ríkisstjórnin eða eitthvað svoleiðis skilur við erum vön og við göngumst inn í þennan svona samfélagspíramída og það sé eðlilegur hluti svo fattaði ég bara þegar ég byrjaði að vinna fyrir þjóðkirkjuna að hún er bara alls ekki byggð þannig upp hún er miklu meiri grasrótarsamtök heldur en ég hélt sko og hver og einn sókn þú veist, þetta er bara eitthvað sem ég hafði ekki hugmynd sko. ég býð hérna vestur í bæ og það þýðir að mín hverfiskirkja mín sóknarkirkja er dómkirkjan ég hafði ekkert eitthvað tengsl dómkirkjuna eða þú veist, ég fór á tónleika og eitthvað svona, bara tónlistamæður en ég var ekkert eitthvað safnaðar barn í þjóðkirkjunni, það er ekkert einhver stimpill sko, sem að ég er með þannig að maður getur hugsa og þau sem eru að hlusta geta hugsa ok, ég bý hérna þessu hver er hverfiskirkjan mín og það er það sem að þjóðkirkjan operetar á þessum hverfisbasis sem að sko, og margar ástæður fyrir því að það hefur verið grafið undan því og eina svona ástæðinu sem að mér finnst að hafa, sko, ég meina, maður heyrir þetta alltaf að þjóðkirkjan er í vörn og það er fækka sóknarbörnum og það er minkandi aðsókn og lalala sem er bæðu ekki alveg rétt, sko, en ok, ég skil alveg pointið, sko. Ákveðin pérvandi sem þessi stofnun hefur staðið frammi fyrir. En það er líka bæðu því að, sko, hver og einn hverfissella er í rauninni bara eins og sjálfstæð heild, sjálfstæð eining, sko. Það er ekki að vera mismunandi, sumar eru mjög góðar, aðrar eru ekki eins góðar og allt er góð með það sko en það er líka bara það hvernig sko, ég meina þú og kannski þau sem er eldri eru muna eftir því þegar sko hverfi voru eitthvað, þú veist, það var hverfisbúðin það var hverfis bíóið, það var hverfis þetta og hverfis þetta hefur bara skipulagsmál í höfuðborginni hafa einhvern veginn svolítið sópað þessu burt, það er ekki lengur þessi hverfisvitund nema þjóðkirkjan er ennþá að reyna að starfa í þessum hverfisanda sem er bara mjög erfitt að starfa í þegar við höfum séð
rosalega mikið af hverfisbatteríum í rauninni hafa safnast saman í ákveðna klasa og ákveðna kjarna, hvort sem það er verslunarmiðstöðar eða afþreying eða þjónusta eða hvað sem sko. Og hérna nema það að kirkjur geta ekkert svona flutt útibú sín eitthvað 1 og 3 eins og kannski önnur fyrirtæki geta gert sko. Þannig að þær hafa þurft að starfa á þessum hverfisvettvangi og það er eitt af svona, ég myndi ekki segja vandamálum, en svona mér finnst það, því nú ég sjálfur sko mikill áhuga maður þú veist, hverfis sjálfbærni og hérna að fólk geti verið minna á einkabílum sínum og geti sótt meiri þjónustu og aðþreyingu og alls konar í sínu nær umhverfi. Þetta er svona eitt af sóknarfærunum, sé ég þarna sko, að kirkjan segi fólki, heyrðu, við erum alltaf bara nálagt, eða skilur, það er alltaf kirkjan þín bara rétt hjá, þú getur labbað þangað, það er ekki eins og taka strætó eða eitthvað til þess að geta farið á geggjaða tónleika, langar þig að syngja, langar þig að fara í kór, ekkert mál, það er kór bara rétt hjá þér, langar þig að fara á listasýningu, fullt af listasýningum í safnaðarheimilunum, langar þig að áttu í fjárhagsvandræðum eða áttu í félagslegum eða eru veikindi eða eitthvað erfitt, alltaf opið að koma í viðtal skilur, eða bara þú veist, þarftu að gera eitthvað með krökkunum á sunnudagsmorgni, kíktu í sunnudagsskólann og það er ís og pilsur og kökur og þú veist. Og ekki spurt um trú? Nei, alls ekki sko, alls ekki. En sko, mörg okkar held ég, ekki síst þau sem að koma aldrei nálægt hinn og svokölluðu guðshúsum, við höfum mögulega allt aðrar hugmyndir kirkjurnar heldur en, og starfið sem í þeim fer fram heldur en raunverulega gerist. En sko, ég held að margir hafi þá tilfinningu, eins og var aðeins að innbrá áðan að þessar byggingar standi ekkert mjög vel nýttar, að séu bara mjög mikið til auðar, ekkert líf, en það er hreint ekki þannig. Nei, alls ekki sko, það er bara, þú veist, ef ég skoða bara dagatalið í vinnunni, það er bara erfitt að fá tíma til að æfa sér stundum sko. Það er þannig? Já. Endalösu kórar, endalösu tónleikar, það eru nemendur í tónleikskólum sem fá að æfa þarna, það eru, þú veist, 12-spórafundir, það eru þú veist, alls konar eldri borgarastarf, það er alls konar félagsstarf, þú veist, jú, þú getur, sko, mánudagar eru rólegir, skilurðu, en þú veist, svona meðal nýting af þess ef við tökum bara, þú veist, einhverja aðra stofnun, þú veist, og berum saman sko nýtingar hlutfallið, þá er það bara mjög gott, sko. Já. En mér finnst það svo skemmtilegt, í rauninni finnst mér mjög skemmtilegt að heyra, sko, þegar fólk talar að kirkjurnar standi tómar, eða það þarf að opna kirkjurnar meira, eða það þarf að, þú veist, mér finnst alltaf pínu vænt að heyra það. Vegna þess að það sýnir að, sko, þú veist, að því að þá fyrir ég að pæla, ok, þú segir þetta, það er mjög áhugavert, þú veist, hvað sér þú fyrir þér að væri góð nýting á kirkjunni, eða svona, hvernig væri hún sýnileg, þú veist, hvaða scenaríu myndi það vera, sko? Það kemur fyrir til dæmis að ég fer á tónleika í kirkjum. Já. Og þá til dæmis velti ég fyrir mig núna, getur hver sem er pantað kirkju? Já, algjörlega. Og haldið tónleika þar? Já. Þar ég að borga kirkjunni eða sókninni gjald? Já, þú ætti að borga sko, í rauninni er þetta ódýrasta salarlega á landinu sem þú getur fengið. Það er bara að borga bara rétt eins og þú leigja einhvern sal, skilur, eða þú ert með fermingu og það leigja sal, eða þú ert með ammæli, fólk er að halda upp á 50 ammæli í safnaðarheimilinu og leigir og fær oftast bara mjög góðan prís. Af því yfirleitt ert ekki að borga fyrir sko sjálft húsnæðið, þú ert meira að borga fyrir sko að það þarf alltaf að vera eitthvað kirkjuvörður á staðnum, bara alltaf að opna og loka og svo framvegis sko. Það er rauninni megnið því sem þú ert að borga fyrir sko. Og eins og þú segir, þú veist, það er endalaust af tónleikum í kirkjunum bara út allt og það eru sko tónlistarhátíðir en sko þetta er einmitt, þú veist, og þetta viðurkenni ég fúslega er einn af vandanum að þetta plögg að plögga sér í fjölmiðlum er eitthvað sem að við kirkju tónlistarfólk eða þau sem eru kannski að skipuleggja tónleika í kirkjum er ekkert eitthvað rosalega góð í. Nei. Og það skal ekki fram að það var ég sem hafði sambandið þig en ekki þú við mig. Já, nákvæmlega. Ég var bara þolinmóður einn út í horni og en þetta bara viðurkenni ég fúslega og þetta er eitt af því sem er svona kirkjan er að breyta og vill breyta, skilur, að bara á þessum síðkapitalísku tímum sem við lifum á og þá bara þurfum við að leika þennan leik hvort sem okkur líkar betur eða verð. Ég sé eiginlega aldrei neitt
starfið sem framfer í kirkjunum á þeim samfélagsmiðlum sem ég nota. Nei. Bara svo ég nefni eitt dæmi. Já, einmitt. Það getur verið að minn algoritmi sé bara þannig að ef ég myndi prófa að fara núna á eina kirkju þá fengi ég helling af upplýsingum næstu daga. Einmitt, það getur verið sko. Og það sko í hverfis, þú veist, að því að við erum komið aftur að þessum hverfissellum, skilur við, að kirkjurnar eru fyrst og fremst að einbeita sér að auglýsa í hverfisblöðunum. Þeim mest umhugað með að fá fólk úr hverfinu til að mæta. Eins og við hérna í Hjallakirkju og Deyrarneskirkju. Eins og íþróttafélag. Já, eins og íþróttafélag. Við erum, hversu mikið sér þú starf hérna Stjörnunar í Garðabæ eða Breiðabliks eða einhvers íþróttafélags. Þetta svoleiðis batteri, sko. Svo dettur mann í hug núna líka að sko það hefur verið umræða það að Reykjavík sé ljót borg. Við höfum hérna mikið pælt í hvort við höfum gengið til góðs í arkitektúr. Mér finnst alltaf þegar ég geng út úr Hörpu á loknum glæsilegum tónleikum. Fyrsta sem ég sé grátt og ég bara horfi lengur og lengur og allur sjóndeildarhringurinn grár. Það kann að vera svolítið töff en þetta samt svo kalt og grátt og maður bara hvernig komast við þannig stað? Kirkjur landsins eru þrátt fyrir allt, margar af kirkjur landsins eru fallegustu hús landsins. Þau teygja sig upp. Form þeirra eru sannarlega önnur heldur en langflestra bygginga og ég held að núna sé kannski tækifæri fyrir kirkjurnar að það einhvers konar þörf eða ákall eða löngun jafnvel hjá almenningi bara til þess að streyma inn í falleg hús til þess að hlusta á eitthvað fallegt eða horfa á eitthvað fallegt eða hlusta á eitthvað. Algjörlega og sko og þetta sko hérna þú veist, þegar ég að fá sko vini frá útlöndum, þú veist, oft í minna stundum einhverju sem að, þú veist, kirkjutónlistafólk utanfrá eða bara einhverju vinnir sem að koma til Íslands og veistu hvað, þeim finnst ótrúlega merkilegt. Nei. Þau koma í bara eitthvað pláss út á landi, Stykkishólmur eða Blönduós eða eitthvað svona og það bara eitthvað svona módernísk kirkja frá 1970 í einhver svona steinsteipu eða einhver svona módernískum svona línum, einhver svona stíl og þau bara fara upp í Kópavog eða eitthvað eða bara Hallgrímskirkja, skilur við, bara eitthvað svona módern svona dót og þau bara, þú veist, arkitektar sem komið til Íslands eru bara eitthvað missa andlitið af því að sko módernískar kirkjur fyrirfinnast eiginlega bara hvergi kannski í Bandaríkjunum eða eitthvað en svona Evrópu, Norður-Evrópu skilur við eigum bara eitthvað rosaleg módernísk sko listaverk sem að við erum bara svo vöndi ég hafði ekkert spáð í þessu, skilur ég hafði bara komið að Stykkishólm og bara þessi kirkja bara eins og eitthvað sæskrímsli sem að tegis upp úr sjónum og bara eitthvað svona brutalist svona monster, skilur eða Blönduós eða eitthvað og ég meina mörgum finnst margir vilja hafa bara kirkjurnar svona gamlar og sætar og fallegar með þessum venjulega kvisti og turni og eitthvað svona og bara allir góð með það en þú veist en á Íslandi á þessari breiddargráðu í þessu roki, í þessum kulda bara við höfum ekki efni á því að vera með mikið að gráum steinsteypulitum í kringum okkur. Nei. Við höfum ekki efni á því. Nei, og ég fæ bara svona kulda svona hroll bara við að ég stattur í hugunum eins og þú fyrir utan Hörpu alltaf rok alltaf á grátt og nýju Landsbanka miðstöðin og Seðlabankin sem bara eins og eitthvað úr Lord of the Rings sko, úr Mordor beint á móti þú veist, þetta ekkert skemmtilegt og ég meina allar sumar kirkjur eru líka bara ekkert fallegar sko, en aðrar eru geggjaðar þannig að við þurfum meiri fegurð í umhverfi við þurfum líka fleira stöðum þar sem að þú getur mætt og bara verið á þess að þurfa að kaupa eitthvað skilur það eitthvað sem að þú veist, það eru örfáar svona samfélagsperlur eftir í okkar samfélagi, það eru bókasöfnin þú farin að bókasöfn á þess að vera einhver neytandi þú getur bara verið sundlaugar og kirkjur það enginn að selja það neitt þegar þú fer inn í kirkju það er ekki einu sinni presturinn ekki einu sinni að reyna að selja þér einhverja hugmyndir Jesú nema þú viljir það skilur en bara og nú þrengt að bæði sundlaugunum og bókasöfn og vera að stytta opnunartíma og í rauninni líka verið að þrengja að
innan gæsalappa þrengja kirkjunum eða sko, þú veist, hver og einn sókn er reikin af sóknargjöldum, þú veist, það halda allir að þjóðkirkjan bara eitthvað syndi í seðlum og eitthvað svona, en í rauninni það ekki þannig að hver og einn sókn reiðir sig á sóknargjöld þeirra sem búi í hverfinu. En ef við hverfi kannski sem eru 60% íbúa skráðir í þjóðkirkjunni í þessu hverfi, þú veist, kannski Seltjarnarnesi eða eitthvað, það er svo flott, svo kannski kemur eitthvað annað hverfi sem er kannski meira fólki af erlendum uppruna, það er kannski bara 45% skráð í þjóðkirkjuna, það er bara rosa þungur rekstur að vera með þjónustu þar, sko. Já. Og en þú veist, ég meina, burtséð frá því, það er bara, þú veist, þú getur farið inn í þetta hús og bara verið. Já. Það er svo dýrmætt, sko. Eru kirkjurnar opnar á daginn fyrir fólk sem getur bara sest og hugleitt? Já. Það er þannig? Já. Og bara fólk nota sér það, sko. Það er svona, kannski svolítið svona falið lindamál, eða þú veist, það er fólk sem að gera þetta og fer bara inn og bara, þú veist, hvað sem rými getur verið, það sem getur verið þögn. Já. Og sko, hljómburður eru oft góður í kirkjum. Já. Og þarna eru náttúrulega sum glæsilegustu hljóðfæri landsins, þessi pípuorgel. Og og það verður náttúrulega til, var ekki Jón Leifs sem sagði að tónlistin væri sjálfur Guð almáttugur, að það verður náttúrulega til einhver galdur og einhver hvirfilvindur í hausnum á þér. Þegar þú ert staddur inn í kirkju, þú ert að hlusta á kór kannski, orgelið er á blasti, allt synkar og svo ertu með fallega innviði í kirkjunni. Það gerist eitthvað. Já. Það bara er, þú veist, ég meina, ég fór til Leipzig í fyrra sem að hann Bach vann lengst af sem organisti. Og fór inn í Tómasarkirkjuna sem hann vann sjálfur í 30 eitthvað ár og allar hans helstu svona perlur voru frumfluttar eða samtar inni og ég fer inn og bara eitthvað, hann hann grafinn og hann orgelið sem hann spilaði á og allir bara, wow, eitthvað og svo fer ég út og segi bara, herri þetta hann og bara næstu því eins og bara einhver trúaleg reynsla maður. Skilur þið? Já. Ég var ekkert að hugsa eitthvað altaristöfluna eða, já, Guð, já, það var líka hann eitthvað, en ég var aðalega bara að hugsa tónlistina, skilur þið? Það var eitthvað snerti, eitthvað rosa andlegt í mér, sko. En skiljið þið rétt að er orgelið til sem að Bach spilaði? Nei, það var endurbyggt, sko. Já, svo var annað orgel í Arnstadt sem hefur varðvist, sko. Er það? Uppalegt, já. Geta þau lifað mörg hundruð? Já. Það er bara í Evrópu er þau bara mjög mörg hver frá 1500-1600, sko. Og svo er þetta náttúrulega eins og skip Þesefs, sko, þú ert búin að skipta mastur og þú ert búin að skipta stýri og þú ert búin að skipta þetta og þetta er samt sama skipið, skilur við. Og það sem ég veist líka fallegt er að sko, ef að þú ert þú veist, að hlusta á orgeltónlist í kirkju sem er eitthvað sem kannski margir ekkert pæla mikið í, en þegar það gerist þá ertu að hlusta hljóðfæri sem andar, þú ert að hlusta hljóðfæri sem að tekur inn rosalega mikið á lofti, setur það í belgi sem að þrýsta því út pípurnar, svo fyrir loftið aftur út og þú andar að þér loftinu sem að var notað til að mynda hljóðið, svo andar því frá þér og það fyrir aftur inn í orgelið. Það verður einhver svona, það verður svona tónlistarleg, Getum að kalla þetta lífrænt ferli? Já, það verður svona tónlistarleg ljóstillífun, svona, það getur orðað þannig, sko. Mjög falleg hugsun, sko. Var það þetta sem að þú féllst fyrir? Er það þessuna sem að þú lærið þér til organista? Já, ég fór í fyrsta tíman og vissi ekki neitt, skilur, það aldrei lusta þannig séð á þetta. Ég bara spila píanó í mörg ár og búin að vera í kórum og alls konar svoleiðis og svo sest hann kennari með mig niður í Hallgrímskirkju, sko, og þú veist 300 túristar hann inni að taka myndir og hann dregur út veldig tökkum og segir prófa að spila eitthvað og ég spila eitthvað og það bara blastast út allt, skilur, og þá bara það var fyrsti skammturinn frýr, það var gerðið mig húgt, sko. Það var bara En nú þarftu að breyta þér í kolkrabba með bæði höndum og fótum þegar þú spilar orgelið. Eru til hljómborðsleikarar eða píanóleikarar, af því að ég er sjálfur svona skítsæmilegur hljómborðs- og píanóleikari, en ég hef aldrei prófað fótavinnuna sem fylgir orgelunum. Eru til, sem sagt, eru til konur og kallar og hvár, eru til fólk, tónlistafólk sem bara gengur ágætlega að spila með fingrunum en getur ekki spilað með fótunum? Það er bara mjög erfitt, ég meina ég var þannig
í fyrstu svona 8-9 mánuðina í að læra, ég var bara eins og eitthvað algjör, ég gæti ekki spila neitt. Ég fekk svona heimaverkefni, og mér leiði eins og ég var komin aftur bara, ég var aftur orðin bara 7 ára að spila góða mamma, þetta var svona góða mammalög sem ég fekk, og ég var búin að spila, enda alls konar, brjálæðislega flókin jazz og eitthvað svona, frekar svona flókin klassísk verk og búin að spila í hljómsveitum og búin að gera allan fjandann, og þarna var ég bara, og það var bara computer error, í haustum. En þú hefur náða yfirstíð? Já, svo bara einhvern veginn, heldur maður áfram og svo svona ferða að ganga og svo svona smellur það einhvern veginn. Þetta það geta þetta allir, skilur. Til dæmis bara það eitt að spila Bach. Heila kveilin hvernig þau slást af því vinstri höndin hjá Bach, hún er bara pínlítið öðruvísi heldur en aðrar vinstri hendur, finnst mér að ætla að bæta ofan á það fótum, bara glimti því. Svo þetta náttúrulega að hugsa að registera líka. Þú þarft að hugsa að þú spilar þennan kafla með þessum röddum, svo þarftu á meðan þú þarft að spila, þarftu ofta að skipta raddir, þá þarftu að hafa fría eina hönd til að draga út raddirnar og íta þeim inn og draga aðrar út á móti, svo þarf þetta að fletta ef þú ert ekki með einhvern til að fletta, og svo ertu náttúrulega bara eins og þegar maður spila í messum eða athöfnum eða eitthvað, þá ertu ofta að kór líka, þannig að þú ert líka að vera með augnkontakt við kórinn, passa að hann sé ekki rétt, passa að hann kom inn á sama tíma, og þetta er bara multitask sem að ég bara skildi ekki fyrst, en er bara þjálfun. Það þarf mikla fimi til og niðurstaðan úr þessu öllu þegar veltekst til er algjör galdur. En ég er svona að velta fyrir mér hvað ég get tekið út úr þessu spjalli, það sem að vera hjá okkur, fallegustu hús þorpanna, dagskráin sennilega að nokkru leyti í föstum skorðum, en það er hellingur að auki að gerast svona umfram það sem ég hef sagði þér að ég héldi að ætti sér staðarna, og enn meiri tækifæri kannski til þess að opna þessi hús upp á gátt og plús þetta með skilaboðin, ég hugsa séu margir sem bara ekki kunna við að nýta sér guðshús, kirkju, af því að þeir kannski eru ekki trúaðir og þeim finnst bara að það sé ekki þeirra réttur. Það er í rauninni, maður mætti summa þetta upp sem þannig að það er brjálæðislega mikið í gangi í hver einustu kirkju, það er líka svo margar kirkjur allt, brjálæðislega mikið í gangi, en það er bara ekki alveg verið að auglýsa það nú. Nei, þetta er bara spurning markastarf. Það er eitthvað sem ég bara við ekki fúslega, Svo náttúrulega vitum við hvað Jesús þótti markastar, hann fór á markastorkið og velti borðum víxlarana og sagði hvaða, þeir eru bara sellout, Þannig að margir hrættir við að kirkjan gerist sellout. Ég skil það svo sem alveg einhverju liti, en það er fullt að gerast og bara, farið og tekkið það, mætið bara og njótið þess að setja bara í þögn, þó þið séu ekki trúið eða eitthvað, skiptir engu máli. Bara hversu dýrmætt er það að geta farið og setja bara í þögn einhvers staðar án þess að þurfa að borga fyrir það. Hvað svo við endum þetta á sömu nótum og við hófum leikinn, hvað sóttu margir orgelbíóið þitt á sunnudagskvöldi? Það var bara fínmæting, það var svona 80 manns og ég meina fyrir svona, þetta er svona arti þögul mynd frá 3. áratugnum, þetta er ekki fólk er ekki beinlínis að slást en samt, þetta vakti alveg athygli og þetta var mjög skemmtilegt og þetta verður endurvekið, það verður Sjaplin í Digraneskirkju, það verða fleiri svona bíóorgel gerð í framtíðinni, það er í handusum Og maður þarf að lúsleita í viðburður á Facebook til þess að finna. Já, þetta verður mjög illa auglýst og þetta verður ábyggilega velkynnt á en ég mæli bara með því fólk til ekki bara á sínu hverfi. Þú veist, hvað er í gangi, hvaða menningarstarfsemi er í gangi í mínu hverfi. Það er rosalega menningarstarfsemi í hverju einasta hverfi sem að er oft svona, fellur oft á milli þilja, myndi ég segja. Færðu oft gæsahúð vegna þeirrar tónlistar sem er framin í kirkjum landsins? Já, mjög erfitt að þú veist, þetta er svona bara eins og kokkurinn sem fyrir út að borða, þú veist, maður þarf að skilja kokkin eftir heima og vera bara venjulegu gestur á veitingahúsi. Þetta er svona svipað, ég þarf að skilja organistan Kristján eftir heima og vera bara Kristján einstaklingurinn, og það er geggjað þegar það gerist,
Og fylgdi því andleg reynsla hjá þeim sem að hlustuðu á orgelbíóið þitt að vera með myndina og hljóðum sem þú varst að búa til og ég vona það sko. Já, það er svona, þú veist, þetta hljóðfæri er svo gott til þess að svona, ég meina það er öllum hollt að sko minna sig á að það er eitthvað meira en maður sjálfur. Veist, það er ekkert að vera eitthvað yfirnáttúrulegt endilega, það getur bara verið samfélagið eða hvað sem það er svona, minna sig á að maður er bara svona lítið tannhjól sko. Og hérna það er öllum hollt að minna svo það endur á mig eins og þetta hljóðfæri er mjög gott í því að minna mann á smæð sína. Ég sé að því það er svo stórt sko. Setur mann á réttan stað. Já. Heyrðu, Kristján Hrannar, það er búið að vera fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við þig. Þakka þér fyrir að koma hér að Rauðaborðinu og svara spurningum okkar þetta. Takk fyrir það. Nú, við vonumst til þess að þið áhorfendur og hlustendur samstöðurinnar séu leitandi í eðli ykkar eins og sá sem hér var að spyrja spurningana. Hvar værum við stödd ef við værum ekki í leitinni sífelldri? Við þökkum ykkur fyrir samveruna í kvöld og förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld. Leit okkar að peningunum ykkar, hún gæti borið árangur ef þið hafið áhuga á því að styrkja samstöðina með því að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og haka þar við hnapp þar sem stendur áskrift fyrir litlar 2500 krónur á mánuði. Sjáu þið til þess að samstöðin haldi áfram að vera til. Leitandi stöð og margt fleira. En þetta er orðið gott í bili. Sjáumst aftur á morgun, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.